Það er næstum ómögulegt að fara í gegnum heilan dag án þess að sjá myndrit eða myndræna framsetningu á gögnum þar sem eitthvað hefði mátt laga. Það er ein regla í þessum fræðum sem er tiltölulega einfalt að tileinka sér en gefur manni á sama tíma möguleika til þess að gera myndritin mun skýrari en áður. Reglan er þannig að því hærra hlutfall gagna á hvern blekpunkt sem þú notar, því skýrara er myndritið. Á ensku kallast þetta data to ink ratio. Þetta snýst í rauninni að taka allt úr myndritinu sem er ekki að sýna gögnin á réttan hátt. Það sem við ætlum að gera er að taka myndrit sem er með lágt hlutfall gagna á hvern blekpunkt og breyta því yfir í myndrit sem er með hátt hlutfall. Þetta myndrit sýnir niðurhal 10 vinsælustu námsappana árið 2021. Fyrirsögnin er að þrátt fyrir vinsældir Photomath í kennslustofunni, þá er Google Classroom samt mest sótta námsappið. Við getum hugsað sem svo að einhver hafi verið að pæla í hvort að Photomath sé það vinsælasta og við séum að svara honum á sem bestan hátt. Nú skulum við hækka hlutfall gagna á hvern blekpunkt. Það er yfirleitt best að byrja á bakgrunninum, þar sem við erum með einhverja mynd. Við skulum taka hana í burtu. Svo erum við með gráan bakgrunn á myndritinu sjálfu sem við skulum líka henda í burtu. Næsta stóra atriði sem hefur í rauninni lítið með skilaboð myndritsins að gera eru þessi merki sem eru fyrir ofan hverja súlu. Það eru auka upplýsingar og eru því eyðsla á góðu bleki. Hendum því í burtu. Við skulum líka taka legendin í burtu því við erum með nöfn appana á Exásnum hvort þið er. Næst er að taka í burtu það sem sumir kalla bölvun fyrsta áratugarins en það eru skuggar og kantar og nú skulum við taka þá og þá skulum við horfa á súlurnar sjálfar. Svona. Við fjarlægjum minor grid lines í burtu og minnkum skuggan á major grid lines líka. Við þurfum í rauninni ekki á öllum þessum nullum að halda hérna á ásnum því það kemur fram í titlinum, þannig að við skulum henda þeim í burtu. Við getum í leiðinni tekið titlana á ásunum báðum í burtu því þeir koma fram annars staðar líka. Við getum tekið feitletrunina úr titlinum og myndritinu og dregið til hliðar. Við getum farið ennþá lengra með þetta og þá getum við næst tekið tölurnar alveg af ásnum og settar á toppinn á súlunum í staðinn. Það er áberandi að nú eru mikið af litum á súlunum. Litirnir voru upphaflega settir með það í huga að passa við litina á öppunum sjálfum. Við þurfum ekki á þeim að halda, því þeir eru ekki að sinna skilaboðunum í myndritinu sem er að Photomath er ekki mest sótta appið heldur Google Classroom. Við skulum skilja litina á 2 umræddum öppum eftir. Núna er ákallandi vandamál að öppin voru upphaflega í stafrófsröð sem er ekki endilega gott því við horfum yfirleitt fyrst á það sem er lengst til hægri við fyrsta áhorf. Það gæti rauninni gefa okkur þá hugmynd að Photomath væri í 3. sæti sem er ekki rétt, sem við myndum sjá með örlítið meiri tíma. En þetta er lítið mál að laga, því við getum raðað súlunum eftir stærð. Þá þurfum við ekki lengur á þessum grid lines að halda, sem heita víst ristlínur á íslensku. Það hefur ekki lengur neinn tilgang að hafa þetta í 2 litum, þannig að við skulum samræma það. Nú getum við mjög greinilega séð að Google Classroom er mest sótta námsappið. Þetta er að verða frekar flott hjá okkur, en ef við viljum halda áfram og virkilega gera ritið okkar þannig að það sómi sér vel á hvaða fyrirlestri eða ráðstefnu sem er, þá getum við haldið aðeins áfram. Þurfum við til dæmis á þessum 5 öppum að halda sem eru fyrir neðan Photomath í niðurhali. Ef markmiðið er að koma þessum skilaboðum á framfæri sem er í titlinum, þá er svarið nei. Við hendum því þeim í burtu og lögum titlana á X-ásnum í leiðinni. Að lokum er svo óþarfi að hafa báðar súlurnar litaðar því nú eru flokkarnir orðnir færri og þar sem Photomath flokkurinn er lengst til hægri þarf ekki að lita hann til áherslu. Nú er myndritið komið með eins hátt hlutfall gagna á blekpunkt eins og mögulegt er. Eins og við höfum séð, þá er aðalatriðið að vera með einhver skilaboð í huga við gerð myndrita og passa svo að fjarlægja allan óþarfa í burtu rétt eins og maður er að fara yfir texta.
Litir hafa mikil áhrif í myndritum og þá mikilvægt að kunna velja þá rétt eða að minnsta kosti vita það sem þarf að varast. Þetta frekar einfalt. Það í raun 4 grunnmöguleikar í boði. Það litir sem lýsa stærðaröð, skipta í 2 póla, flokka eða leggja áherslu á. Við skulum fara í gegnum þessa 4 möguleika einn í einu. Í stærðaröð. Til að túlka stærðaröð með litum best að nota bara einn lit en með mismunandi sterkum tón. Hérna sjáum við til dæmis fjólubláan lit í nokkrum tónum. Það verður bara að passa það að ljósari tónn litsins táknar minni tölu og sterkari tónn táknar stærri tölu. Þetta getur meira að segja gefið manni möguleika í ritum sem og þessum til að gera okkur grein fyrir niðurstöðum án þess að sjá nokkra tölur. Þetta rit sýnir hve hátt hlutfall landsmanna hvers lands trúir á líf eftir dauðann. Ef við viljum sjá hvaða tölur á bakvið getum við haft ledsindin með. Ef maður með gögn sem skiptast á sitthvorn pólinn gott að nota 2 liti með mismunandi tónum og gjarnan einhverju hlutlausu svæði í miðjunni, til dæmis núllpunkti. Þetta getur til dæmis verið notað til að sýna svör við hvernig starfsfólk metur vinnustæðin sinn, þar sem annar póllinn jákvæður og hinn neikvæður. Þarna þarf samt að passa sig á litavali því sumir litir eða samsetningar hafa gildi í menningu okkar. Þannig skuluð þið til dæmis ekki velja blátt fyrir heitt og rautt fyrir kalt, ekki velja rautt fyrir jákvætt og grænt fyrir neikvætt og svo framvegis. Takið mínútu af ykkar tíma til þess að velja réttu litina í ykkar myndrit. Ef maður með mismunandi flokka, þá aðalatriðið að sýna að þessi hlutur ekki þessi hlutur. Þá á maður að forðast að nota mismunandi tóna af litum og nota frekar mismunandi liti. Mistök sem fólk gerir hérna að nota allt of marga liti, þannig að reyna að hafa flokkana ekki mikið fleiri heldur en 5. Að nota fleiri heldur en 5 liti illskiljanlegt. En meira að segja þó maður sé með 5 flokka eða færri, þá getur verið erfitt að sýna fram á það sem maður að reyna að koma á framfæri með myndritinu. Það hægt að nota liti til þess að leggja áherslu á aðalatrið og það getur maður gert með því að gera alla liti svona gráa og svo lita svo aðalatrið. Þetta meira að segja hægt að gera í kökuriti. Takk fyrir að hlýða á. Við vonum að þið hafi haft gagn og gaman af þessum ráðum varðandi hlutfall gagna og bleks og svo litina. En það hins vegar hægt að velja hárrétta liti og vera með gott hlutfall gagna og bleks en einfaldlega velja rangt myndrit. Þannig ef þú ert ekki búinn að horfa á myndbandið 5 bestu myndritin, þá skaltu gera það núna.